Komið sæli krakkar og velkomin í 7. skáktíma, skák á kónginn. Í þessum tíma ætlum við að skoða hvernig maður segir skák á kónginn, hvernig er hægt að bregðast við, hvað er hægt að gera þegar skák á mann. Hvað er skák á kónginn? Það er svona, þegar biskupinn vísar á kónginn, hann gæti farið á kónginn í næsta leik. Kóngurinn þarf þá að fara hingað, þannig að verði ekki skák á hann lengur. Biskupinn fer þá hingað, þessi, segir skák á kónginn hérna, þegar hann vísar á kónginn, hótar að fara á kónginn. Það má ekki vera hérna kóngurinn lengur, þannig að það þarf að færa sig. Þá kemur hrókurinn til dæmis hingað og segir skák á kónginn. Og kóngurinn fer hingað. Og nú er þetta skák með rittaranum, 1, 2 og 1 til hliðar muniði. Kóngur hingað og nú er þetta skák með drottningunni. Drottningin hingað, vísar á kónginn. Það er skák á kónginn þegar einhver maður getur farið á hann eða reitin það sem hann er á í næsta leik og það þarf kóngurinn að færa sig. Eða hann getur sett eitthvað fyrir. Skoðum að vera með biskup hérna, getur hann sett biskupinn fyrir. Ef að hvítur skákar hérna, aðeins að laga þetta, segjum að hvítur skáki hérna, þá getur svartur sett biskupinn fyrir. Segjum að hvítur skáki núna hérna, þá getur hann aftur sett biskupinn fyrir. Þannig að hann þarf ekki endilega að fara í burtu, kóngurinn, ef hann getur sett eitthvað fyrir. Og stundum getur hann drepið þann sem er að skáka. Hvítur getur skákað núna hérna, og svartur getur til dæmis fært kónginn, hérna eða hérna. En hrókurinn getur drepið biskupinn. Þetta er í fyrsta skipti sem þið sjáu að einhver að drepa annan mann fyrir utan peðin í kaflanum sem þið sáuð peðin. Þar sáuð hvernig peðin geta drepið aðra menn, þau drepa ská. En allir aðri tafmennir, þeir drepa alveg eins og þeir ganga. Þannig ef að hvítur væri með drottningu hérna og ætla að leika henni hingað og sé skák á svarta kónginn, þá getur svartur gert eitt af þessu þrennu. Hann getur leikið kóngnum í burtu, trókið fyrir, þá er ekki lengur skák, eða drepið drottninguna. Þetta er svolítið flókið að vita hvað er skák, en við skoðum það betur í næsta tíma og þá skoðum við svolítið meira en skák. Þá skoðum við skák og mát. Þá er maður búin að vinna skákinn sem er að tefla ef maður að gera skák og mát. Takk fyrir tíman í dag.